Sindri og orkulisti. Ég er út af barninu mínu og ég held að við séum öll sammála það að ég er engin rasisti eða neitt svoleiðis. Ég tek vel á móti öllum, ég hef verið útlendingur í útlöndum sjálfur og ég tek öllu fólki sem kemur til landsins og er tilbúið að koma til Íslands og byggja upp landið með okkur fagnandi. Það er það sem við viljum hérna. Við viljum vera stærri, við viljum vera betri, við viljum vera meiri. Það sem hefur komið þetta fram í til ég er svo hjartanlega sammála öllu því sem hefur komið með mig. Ég ætla að segja svo ótrúlega mikið og þú ert alltaf að fara í spinn hérna. En málið er bara það hlutir að gerast hérna á Íslandi sem hræða okkur og það er rosalega mikið, ég heyri rosalega mikið af mínu fólki sem ég er að umgangast. Þau vilja ekki standa fram, þau vilja ekki læka og posta, þau vilja ekki taka þátt í þessu, þau vilja eiginlega bara vera í búblunni og reyna að láta hlutina reddast. Það er bara ekkert að gerast, við verðum að stíga fram. Við vorum nokkrir menn sem stigu þetta fram í fyrra, fórum niður í bæ og ætluðum að kanna leigubílamarkaðinn í skildi Íslands og flestir þeir sem réðust að okkur voru Íslendingar. Við, eftir að við fórum þessa ferð, erum við búin að fá alveg ótrúleg skilaboð frá foreldrum, frá mömmum, foreldrum barna sem hafa verið nauðgað, krakkum sem eru á leiðinni heim á skóla, stóli úrspur af þeim og hóta þeim, alls konar ljóta hluti. Okkur var hótað af alvöru fólki, sem sagt Hamas-liðum. Við erum ennþá í dvala, við erum ekki hættir, við erum ennþá að tala saman og það er fullt af fólki að tala við okkur. En þessi þöggun sem á sér stað, einmitt út af þessu til dæmis bílastæðamáli sem gerðist daginn að 15 einhverjir Palestínumenn réðust að Íslendingum með sveðjur, kemur yfir einn og bakkuðu yfir hann aftur. Þetta er að gerast. Þetta fólk er ekki komið hérna til að byggja upp landa okkar. Þetta er fólki sem er að fara að hertaka undirheimana. Þau eru að fara að kúa börnin okkar. Þau eru að fara að koma með þeirra sharia-lög og annað og við eigum bara að sætta okkur við það. Og ég held að við séum allir tilbúin í að setjast á eitt og berjast gegn þessu. Eins og ég segi, ef útlendingar koma og vilja vinna við hliðina á mér, ég er bara útlendingar að vinna hjá mér, yndislegt fólk. Ég er að leigja Sýrlendingum sem eru múslimar, en þeir eru ekki þarna, alls ekki. Ég er búinn að vera hérna frá 1970 eitthvað, yndislegir menn, svo hjartanlega sammála mér. Þannig að við erum að berjast við öll sem er að koma hérna, sumir berjast frá Svíþjóð. Og þessi menn eru hermenn, þeir eru tilbúin til að fara alla leið. En það sem við Íslendingar höfum alltaf átt erfitt með það er að standa saman. Við erum með valdið, það er í rauninni pólitíkusinn sem stendur hérna út á bjálkanum. Við öll stöndum á bjálkanum. Við þurfum bara að stíga á bjálkanum og leyfa sem fólki að fara. Helsta vandamál okkar Íslendinga er það að okkur vantar edrú fólk í brúna. Við erum gjörsamlega á niðurleið og inn í eitthvað Evrópusamband sem er gjörsamlega albrennandi og við þurfum bara að vera óhrædd við að segja skoðanir okkar, vera óhrædd við að vera kölluð ýmsum nöfnum og standa á okkur. Við erum ekkert ósæljum á því sem við viljum. Ég er að gera þetta fyrir barnið mitt og ég veit hvað ég er að fyrir ykkar fólk. Ég bara vona að við bara verðum öflugri og við förum að standa saman, förum að mótmæla, förum að mæta betur á þessa fundi og bara virkilega standa saman.